Gott kvöld, góður áhörundur og veriði hjartanlega velkomin til Tókíó. Í kvöld ætlum við að fylgjast með sjöttu umferð í fyrstu deild hér hjá Gran Turismo samfélaginu og í kvöld verður keyrð svokölluð Tokyo Expressway, sérstök braut sem er þetta sé bara vegakerfið í downtown Tokyo sem er búið að rigga upp í þessa þokkalegustu braut. Mikið hraði, margir veggir og mikið gaman. Hjá mér í kvöld er hann Danni, vertu hjartanlega velkominn. Já, takk fyrir það og góða kvöldið, góður áhorfendur. Þetta verður algjör veisla hérna núna. Þetta er alveg rosalega mikil svona slipstreambraut og trikkibeygjur og þetta svona mini-death chicane sem kemur þarna rétt fyrir ráslínu. Með stórhættulegum pulsum. Stórhættulegum, sko, þetta verður eitthvað. Þannig að það voru keppnirnar í gær hérna að opna og önnur deild. Þannig að það var alveg svona, gaf okkur smá smjör þegar við aðskilum hvernig þetta verður núna í kvöld. Já, það var bara þokkalega mikið action í gangi og mikið alls konar framúrakstur og tilraunir. Menn voru líka að klessa á og stökkva á pulsunum. Þannig að þetta lofa góðu. Já, það var mitt málið og það var mitt í deildinni, í keppninni sem ég var að lýsa í gær, þarna opnadeildin, þar voru þó að mættu ekki nema 8 keppendur sem er óvenju fáir í opnadeildinni. Það var samt bara stanslaust action, allan tíma. Já, algjörlega. Í gær keyrðu þeir 30 mínútur, í kvöld keyrðu við klukkutíma, þannig að það verður eflaust örlítið fjölbreyttara stratt í boði hérna fyrir kvöldi. Það er svolítið, verður að segja, pínu einhæft á hálftíma keppnunum, menn keyra yfirleitt bara bensíntankinn tóman á hardekkinum og skipta svo yfir á medium, en hvað gerist í kvöld? Það er hins vegar allt annað mál. Ertu með einhverjar hugmyndir? Ég þori ekki að spá einhverju, sko. Þetta er svo rosalega sterkur hópur, sko. Já, algjörlega. Ég hef yfirleitt rekið mig á það vandamála að þegar ég spái þá hefur rangt fyrir mér, þannig að það rætti kannski bara að þegja og fæ stormur að minnsta ábyrgð. En það er nú alltaf gaman að spá aðeins í spilin þótt maður hafi ekki rétt fyrir sér, það er bara aukaatriði. Það eru 3 keppendur búin að tilkynna sig fjarverandi kvöld. Það er Jón Ægir, hverju voru það svo aftur? Ég þarf að fletta þessu upp, leið og ég sagði það þá datt þetta úr hausnum á mér. Já, þú ert að segja mér fréttir þar sem ég er ekki inn á smellinu þar sem tilkynna sig frá. Jón Brynjar, Jón Ægir og hver var það einn í viðbót? Það er að koma hérna, já, það er sem sagt, já, og Davíð Adams. Já, Davíð Adams, já. Þannig að það í rauninni vantar 4 þar sem að Ari Lyngdal sagði þessi úrdeildinni sínum tíma. Já, þannig að við verðum þá væntanlega með 10 manns á ráðstöfunni hér í kvöld. Já. Fámennur en góður hópur og það er heldur betur að kvikna í baráttinni forystuna í deildinni. En stigin eru heldur betur að jafnast en það er Jón Þór sem að leiðir eftir 5 umferðir með 83 stig. Viktor er búinn að vera í siglingu, sigra síðustu 2 keppnir og er komin upp í annað sætið. Hann er aðeins 13 stigum frá honum Jón Þór. Nú í 3. sæti er Davíð Adams með 79 stig, aðeins 1 stig eftir Viktori. Og síðan er baráttan 4. sætið, hún er heldur jöfn líka því að Oliver Nói er með 64 stig, Jón Ægir fyrir aftan hann er með 60 stig og Hilmar í 7. sæti með 56 stig og síðan er Hilli með 50 stig, þannig að það er ekki nema 14 stig sem er á milli 4. og 7. sætis, þannig að það eru mikla baráttur og þessi deild hefur heldur betur sýnt sig að
það er alveg margir sem að geta sigraði í þessari deild og eru frekar jafnir þessi ökumenn. Já, þannig að það geta verið sviftingar í stigatöflunni eftir þessa keppni. Já, sérstaklega núna það eru fjárverandi bæði Davíð og Jónæi sem eru þarna í þessari baráttu. Þannig að, en vissulega þarf að taka inn í myndina að það er ein keppni sem að gildir ekki til stiga, þannig að þeir ætla að nota þessa keppni í það. Þannig að það er óvíst að það hefði mikil áhrif, en vissulega einhver. Já, en ég er að horfa á stigatöflu núna. Þú sagðir að Viktor væri 13 stigum eftir Mr. J. Nei, ég meina þremur, sorry. Þetta ekki? Jú, ég bara, það gerir þetta aðeins meira spennandi. Sko. Já, það er sem sagt, fyrstu 3 sætin eru 83 stig, 80 stig og 79 stig, þannig að það er aðeins 4 stig á milli topp 3, sem er ekki neitt. Og Davíð Adams, hann fær 16 stig fyrir þessa keppni, þar sem að það er lakast að niðurstaðan hans núna. Hann hefur ekki enda fengið 0 stig, þannig að í rauninni það bætast 16 stig við hjá honum sama hvað. En Viktor hins vegar getur tekið toppinn ef hann vinnur aftur. Já, og hann virðist vera að vera á hörku flugi þessa dagana og ég myndi segja að hann væri mjög líklegur til að blanda sér í slaginn hér í kvöld, ef ekki bara, svona einna sigur stranglegastur. Hann er greinilega í hörku formi þessa dagana, æfir vel og það er að skila sér á brautinni, þannig að það er spurning hvort að Jón Þór hafi eitthvað svar handónum. Já, það verður fróðlegt að sjá. Ég þarf aðeins að leyfa mér að fara úr lobbyinu og í það aftur því að það er ekki komin inn livery hjá mér, þannig að það er svo erfitt að þekkja menn á milli þegar ég sé ekki livery. Já, það er agalega leiðilegu böggur því að liveryin er náttúrulega stór partur af þessu, sína sponsorana og hafa svona alvöru race feeling, custom made livery. Einhvern tíma sagði einhver að if you can't be the fastest, be the flottest. Já, nákvæmlega. Algjörlega. Það er bara alveg hárið rétt, hvernig það vera. Já, algjörlega. Ég hef mikið stólað á það í gegnum tíðina að vera the flottest því að það er miklu erfiðara að vera the fastest. Já, það er rétt. Já, það er líka mörg flott livery. Við erum til dæmis að horfa okkur líðralega flott livery hérna hjá honum Oliver Noah. Þetta er Kaldi Racing Team. Hann hefur nú alltaf verið mjög duglegur að gera flott livery, hann Magnús. Það eru öll livery komin hjá mér núna. Þetta er frábært svona, allt annað að sjá þetta. Algjörlega kraftvílar hérna, þetta er hann Toppi. Virkilega flott livery þar á ferri líka. Það eru 6 mínútur í að tímatöku byrjast. Við erum að horfa á free practice, frjálsar æfingar áður en að alvaran byrjar. Þetta er líka eina af, kannski ekki margar, það eru til brautir í þessum leik sem eru með svona hættulegu pit entry og eins og við sáum í opnudeildinni, hvort það var að opnað önnur, ég bara reynilega manna það ekki. Það var í annarri deild. Þegar að Jónas fór óvart í pit á fyrsta ring. Já. Og fekk í þokkabót 3 sekundur í refsingu þar sem hann fór villust inn í pit. Já, algjörlega. Já, svona eftir á að hyggja, sko, maður kannski hugsaði ekki mikið í panikinu, sko, en það hefði kannski verið sniðugt að skella sér á mediumdekkin áður þess að taka bensín til að vinna aðeins upp pit-tapið. Já. En hann kom aftur út á hörðudekkjunum, en því að það tekur einhvern rosalega tíma að skipta dekkin, þannig að aðalega bensínáfyllingin sem er að tæfa mann í pitinum. Já, það er rétt. Herðu, meðan að tími gest, þá skulum við fara aðeins yfir stöðuna í liðakeppninni. Það er Kaldi Racing Team, Davíð Adams og Oliver Noah sem að leiða stigakeppnina og það er líka mjótt á munum. Þau eru með 143 stig. B-Sick Racing, Hilmar Már og Jón Þór í öðru sæti með 139 stig, þannig að það er ekki nema 4 stig sem að skilja toppina af og
í síðustu keppni var breyting á þar sem að kaldi Racing Team vippaði sér í fyrsta sætið eftir að BSIC Racing var búin að leiða keppnina. Nú eftir sem koma í þriðja sæti Arctic Retro Racing sem voru Ari Lyngdal og Jón Ægir en Jón Ægir núna, þannig að það er svolítið erfitt að safna stigum með einn mann eins og staðan síðan það Crafty Racing, Kraftila Racing, Lavasjó Racing Team og Brynjar Þór Pétursson, hann sóló í hraðfuglar Spandix Racing. Áhugavert nafn þar á ferð. Já, mjög áhugavert. En Viktor heldur betur að setja tóninn fyrir kvöldin, hann komið með hörku tíma 1:32.8. Já, það er heldur góð tími. That's fast. Og það er ekki langt á milli hans og Olivers. Nei, Oliver er líka búin að vera að bæta sig rosalega mikið þetta árið. Skulum skila skilabóti keppenda. Ryggja mín og aðvörun. Þetta er alveg að fara að gerast hjá okkur. Hann fer bara í pitt leið og við skellum myndina á að Carlos, hann er ekki að feimin í kvöld. Já, kannski vissi bara að þú fær svo flott sjónarhorn af bílum í pittinu. Segðu, það komið spá í spjallið, það Jökull, Íslandsmeistarinn okkar, hann spáir Hilmari fyrsta, Jón Þór í öðru og Viktor þriðja sæti. Hraðasti hringur verður 1:32.9. Það er nú ekkert langt frá tímanum sem er núna, aðeins yfir því, þannig að Jökull gæti verið nálægt því ef hann því ekki bara réttu. Já, en er Jökull þá að spá því að það verður farið á soft í keppninni eða? Nei, hann sagði semst hraðasti qualifying hringur. Já, hraðasti qualifying, ok. Jói Egils, hann spáir Hilmari sigri, Jón Þóri öðru og Oliver þriðja. Og þetta eru þær spár sem eru komnar í loftinu þegar og við hvetjum náttúrulega spjallið til að vera virkir með okkur og við reynum að fylgjast með því. Algjörlega. Og ef það er eitthvað sem við þurfum að fá að vita varðandi útsendingar gæði þá bara hendi því í loftið og við sjáum, en þetta nú að verða nokkuð vel slípað hjá okkur held ég. Já, þetta er það sko, þetta hljómaði að því sem ég er búinn að vera að fylgjast með bara mjög vel sko. Já, þetta er nokkrara reynsla, hún skila sér á endanum. Já. Man þarf ekki alltaf að finna upp hjólið. Nei, það er rétt. Þá stýttist í þetta, það er 1 mínúta í tímatökur. Þannig að þá byrjar fjörið eins og maður segir. Já. Og já. Það eru 10 keppendur mættir alveg eins og við vorum búin að tala um að það myndi verða. Og gerum við okkur klára hérna, best að skrifa smá skilabóð hérna. Jón Oddfríðarsson er með spá í spjallinu, hann segir Hilmar fyrsta sæti, Jón Þór annað sæti og Oliver þriðja sæti. Og þá er niðurtælingin hafin. Ég ætla samt að spá því að hann taki þetta Viktor. Já, Mér finnst það mjög líklegt. Ég ætla að spá Viktor, Oliver. Bara svona til að vera með. Já. Ég ætla að segja Viktor, Jón Þór og Oliver. Og ég ætla að segja að Viktor taki fyrsta sætið í deildinni líka eftir þessa keppni. Já, það er hægt í því ef hann sigrar. Þar sem er ekki nema 3 stig á milli hans og Jón Þórs og 5 stig sem að skilja að á milli fyrsta og annars sætisins, þannig að... Já, nákvæmlega. 6 stig ef hann er hraðastur hring líka. Nákvæmlega. Þetta er bara eins og formúlan, jafnt á stigum og 3 í baráttu. Já, nákvæmlega. Og 2 keppnir eftir. Já, nákvæmlega. Ja, pretty close, já.
keppnin ekki byrjuð þannig að tækla sig Nei, nei. 3 keppnir eftir Já, þannig að við rétt. erum bara þetta bara endurspegla múluna algjörlega heldur betur Já, það var nú alveg rosalega síðasta keppni í múlunni Torfmúlunni að sjá Verstappen vinna sig upp frá pittinum og eftir að sprengja dekk Já. ökumaður Rosalegt, upp í 3. sæti líka sko. Já, það er eiginlega bara jafnvel þótt að maður haldi mikið með einhverjum öðrum. Þú veist, ég til dæmis sem London Norris maður að þá er ekki tækt að þræta fyrir hver er bestur, sko, þú veist. Nei, það er ekki hægt. Hann er topp ökumaðurinn í heiminum í dag, það er bara þannig Já. og hugsanlega allra tíma, maður veit það ekki, að, þú veist, en hann hefur allt sem þarf og bara virkilega gaman að fylgjast með hvað kappakstur er skemmtilegur í dag. Ekki bara kappaksturinn okkar, heldur formúlan og fólagsturinn vekk og þú veist, það er svo margt í gangi og bara yndislegt fyrir okkur olíuhausana. Já, þetta er æðislegt sko, það er líka gaman út í að minnast á formúluna og tala hraðan ökumann, maður sér alltaf hversu hraður hann Verstappen þegar maður sér hvað liðsfélagar hans bara ná ekki að jafna það sem hann er að gera. Það er enga veginn. Það eru bestu ummerki hæfileika þegar að liðsfélagin á ekki séns því að yfirleitt er ekki það mikið munur en þvílíkur munur alltaf hjá Verstappen. Þannig að við viljum meina það sé McLaren sem er með besta bílinn og Red Bull sem er besta ökumannin. Yes, það er svolítið þannig. En Jón Þór er búinn að setja fyrsta hraðasta tímann og það er 1:33.1. 200 sluttum frá spanni hans Jökuls. Við sjáum hérna Oliver, hann keyrir Renault og er á fjólubláum. Veistu hvernig topphraðan í þessum Renault er? Nei, ég hef ekki prófað það neitt rosalega en þegar ég var náttúrulega á Ferrariunum þarna þá var sko mjög svipaður endarhraðinn á Ferrari og Renault þegar ég var að keppa móti einhverjum á Renault. Viktor tekur annað sætið. Það virðist svona hrjá marga MR bíla í þessum leik að vera snöggjara út úr beygjum en vanta smá topphraða. Reyndar er topphraðinn í McLaren alveg nokkuð fínt sko. Já. Það kom spá hérna í viðbót, Sæmi Vald segir Viktor, Mr. J og Hilmar. Já, og Hanne segir Viktor, Hilmar og Oliver. Þetta er svona kullinu nöfn að poppa í spánum. Já. Oliver hendist upp í 3. sæti. Það er ekki tímanum hans Jón Þórs. Skulum setja á hann Viktor, sjá hvað hann gerir fyrir okkur. Hann keyrir Nissan GT-R, það þarf nú varla að taka það fram. Þetta GT-R-in rennur svolítið í fjölskyldunni. Já. Enda líka er þetta góður bíl, það er ekkert að neita því. Já, hann hefur alltaf verið helviti góður. En það er svona eins og með marga í bíla í þessum leik sko, þau eru svona pínus en það eru svona vissi bílar sem að er alltaf góðir, þótt það sé kannski ekki endilega bestir per se eitthvað visst sísón, þá verða það kannski bara næsta sísón en það er allt og Nismoen er klálega einn af þeim bílum. Já. Algjörlega. Þannig að fer hann smá í vegginn, hann tapar tíma á því. Já, og þegar svona lítið búið að hringnum þá er þetta bara betra að fara inn í pitt og byrja aftur. Já, hann er samt á fjólubláðum. Já, sæll. Hann er rosalega vel fjólubláðum. Já, alveg kortur úr sekundu fjólubláðum. Kort er Fjórðung, jú, fjórðung, já, það er korter.
hann eins og staðan rétt rúmum 10. hluta á eftir Jón Þór og Oliver ekki nema 0,033 á eftir Viktor, hann það nokkuð jafnt á toppnum og stutt í toppa líka. Þannig að sko, og líka í Hilmar, hann sko, við erum komin í 5. sæti og við erum ennþá undir hálfri sekúndu. Já, þetta alveg rosalega jafnt. Já, sko, og svo Hilmar í 5. hann 0,073 á eftir. Hilmar fór á toppinn. Já, sæll, hann gjörsamlega eyðilega það sem ég var að fara að segja og herru, sérðu tíman hans, þetta ekki bara... 32.946, það aðeins hraðari heldur en það sem að Jökull sagði að myndi vera hraðast í tímatökurinn. Ég læt nú liggja á milli hluta 100 og 1000 hluta, ef hann næri sem á 10, það alveg nógu gott fyrir mig sko. Það helviti gott. Vel gert. Jón þá náði ekki að bæta sig hana núna. Hann fer inn í pit, þau eru samt til að fara inn í pit núna og skipta dekk. Já, Hilmar samt að fara í fyrst skipti þar sem að hann með já, hann tekur ekki bensín, ok, hann bara ná í dekk. Það gerir Jón Þór, hann að bæta sig um 0,020 200 hluta. Það ekki nóg. Kannski bætir hann það upp í síðustu beygju, það oft í hægu beygjunum sem maður getur unnið upp góðan tíma. Það ennþá svolítið eftir. Sjáum hvernig næsti sektor kemur út. Það var líka í gær, gott að það var ekki bara í annarri deild, þar sem að var rosalega lítill munur á milli ökumanna sem töldu upp í útsendinguna alveg. Það bara þessi maður, svo kom næsti 0,0 eitthvað, svo kom næsti 0,0 eitthvað og svo bara hélt hann áfram alveg 0,0 eitthvað á milli ökumanna, þannig að... Já, það var allan hann í opnudildinni. Já. Sjáum hérna stórhættulegu pulsubaunar, hann gerir þetta nokkuð snyrtilega. Kemur svo í síðustu beyguna sem flat out. Oft, það svona bara, nei, hann tappaði alveg hálfri sekúndu þannig á síðasta sektorinn. Það er oft talað beinakafla þótt að séu beygjur, bara ef þú þarft ekki að lyfta þá telst það beinkafli. Það alveg nokkri beinakaflar samkvæmt í þessari braut. Það kannski líka hefur stutt á milli manna að það er mikið af flat out köflum í þessari braut og hröðum beygjum. Málið með þennan líka, með þessa braut, að í rauninni lengsti beinikaflinn að sem í rauninni ekkert beinkafli, það svo mikið að beygið menn þegar þeir fara gegnum göngin og svona að það nánast ómögulegt að taka fram úr þó að setja með kjölsóið þar. Já, leið og kjölsóið að dettinn, þá byrja það að beygja og kemur strax önnur beygja sem þýðir bara að þú veist að það búið að loka á línunni. Já, og það í rauninni bara ein lína sem þú getur tekið þess að beygja í gegn hann án þess að slá af. Algjörlega, Viktor ekki að bæta sig. Það gerir Oliver Nói. Það að líða undir logg á tímatökum. Já, frá og með núna bara flaggað þegar menn kom í mark. Það tekur engin auka hring sem ekki lagður á staði nú þegar. Þetta síðasti hringurinn hjá öllum sem á braut. Sjá hvað Oliver gerir. Nei, hann bæti sig ekki. Bæði hann og Viktor voru 0,0 eitthvað frá því að bæta sig, þannig að menn eru að gera svolítið steady. Já, Jón Þór búinn. Toppi skransar komandi út úr chicane, fer í vegg, þar fór hans hringur. Hvað gerir Hilli? Nei, hann bæti sig ekki. Hvað gerir Steini? Hann bæti sig ekki heldur. Það spurning hvort hann braut hins vegar eitthvað að kólna eða eitthvað, því að það verðist enginn að bæta sig eitthvað núna.
Nei. Þetta liggur nokkuð ljóst. Brynjar ennþá í brautinni. Og Hilmar. Hvað gerir Hilmar? Hann á undan sem fylgjast með honum. Hvort hann á að bæta sig. Hann var sko 14.000 hægari enn sinn eigin tími sem hraðasti tíminn bara á seinasta tímasektor. Já. Nei, hann bæti sig ekki. Þá það ekki Steini Sveinsson eftir sem. Nei, hver var það? Brynjar bæti sig ekki, hann heldur komið mark. Jæja. Þá Jökull með þessa spá á hraðasta hring í qualifying. Já, við látum þessa 100 sluta slæta, sko. Já, ég held það. Hann meira sér nær því heldur hann var á hann. Tíminn hjá Hilmar 1:32.946, Jökull spáði 1:32.972. Jep. Þetta rosalegt. Vel gert, Jökull. Þetta var Verðlauninu að þú startar aftastur á morgun til að þetta var krydd í þetta. Nokkulega. En hérna úrslitin ætlar að mynda þetta fyrir mig. Ég að mynda þetta akkurat núna. En það Hilmar sem að toppar tímatökur á AMG. Viktor í öðru sæti, Jón Þór þriðji, Ólíver Nói fjórði, Tobbi Tobsson fimmti, Hilli D sjötti, Steini Sveins sjöundi, Carlos áttundi, Sindri níundi og Brynjar Péturs tíundi. Þar hafið þið það, gott fólk. Þetta voru bara hörku tímatökur og keppnin verður eflaust ennþá betri. Og nú bara komin tíma því að rístarta þessu lobby, eða þarf að segja endur lóta upp keppnisstillingar. Og klukkan núna að gefa með þessu við störtum keppnina klukkan 21:46. Það segjum 47. Þá hef ég hann nokkrar græja sem græja þarf. Máttum okkur sjá. Og þar höfum við það. Nú bara að láta alla skrá sig inn og raða upp á ráslínu og ræsa. Já, þú læt mig vita tilbúin fyrir það. Já, náttúrulega þurfa allir að vera búin að skrá sig inn. Það ætti ekki að taka langan tíma. Ekki nema einhver hafi stokkið á dolluna. Þá þetta tíma fyrir það. Nú klári að skrá sig inn, þá gott að gefa smá shout out á það sem að sponsora deildina. Það Arctic Iceland, Gullfiskur, Lavasjó, Kraftey, Kraftvélar, Game TV, Auto Center, Classic Detail, GT Akademían, Kaldi og Verkfærasalan. Já, og það var einmitt skemmtilegt að sjá það í opnundeildinni í gær að Autocentermenn tóku þátt aftur. Já, heyrðu. Síðan að þeir voru í deildinni. Nú máttu lesa þetta upp fyrir. Heyrðu, já, það náttúrulega Hilmar, hann efstur. Og svo Viktor. Yes. Svo Jón Þór. Ólíver. Og svo Tobbi Tobsson. Og svo Hilli, Steini Sveins, já. Carlos og Sindri og Brynjar. Já. Þar hafið við það. Þá erum við búin að raða upp á ráslínu og allir tilbúinir.
Áhörður búin að hækka í sjónvarpinu, skenka sér drykk í glas og ná sér í pop. Nú býðum bara eftir að klukkan slái 47, svo við séum nú ekki að ljúga neinu að keppendum. En það ætti nú að gerast innan nokkra sekúndna. Og við, það er ekki eftir neina að bíða, en við bíðum nú samt aðeins. Nei. Herru, setjum við í gang. All right. Þá er bara að bíða til ljósunum. Ökumenn allir klárir. Þröng braut og það var búast við að verði svolítið þétt á milli manna á fyrsta ring, en ljósin eru komin. Let's go racing. Hilmar, já, alveg eins og í múlinni, þá færi hann sig yfir, reynir aðeins að loka, og Viktor sem er með innri línuna. Viktor með gott start og innri línu næstu beygju, nær hann að halda þessu. Hann gerir það, tekur forystuna. Hilli dettur hann aftur úr, hann snýr hann aðeins. Tökum endursýningu á startið og Hilla eftir smástund. Skulum aðeins fylgjast með aksjólinu. Soldið vegg snertingar hérna. Já, það er pínu erfitt finnst mér að fylgja í þessari braut á fyrst. Maður sér ekki apexin þegar maður kemur inn í sixökkin. Ef maður er nálægt næsta bíl. Viktor kominn í gott forskot núna, þannig að þetta lítur vel út fyrir hann. Hann byrjar á medium-dekkjum. Já. Meðan að Hilmar fyrir aftan hann á harddekkjum. Oliver er á hard líka og Jón Þór, allir Viktor sé svo eini sem er á medium, það er spurning. Nei, Toppi er líka, og Carlos, og Steini, og Sindri, þannig að, já, og Hilli líka. Já, ok. Sjáum við að Toppa tekur fram úr Jón Þór, og Jón Þór í 5. sæti. Hilli hefur nú lent í einhverju sýnist mér, hann er komið 17 sekúndur fyrir aftan. Já, ætli hann hafi skemmt bílinn eitthvað. Það er ekki ólíklegt. Hann er ekki skemmtur bílinn hjá hann. Ok. Sjöundi, Steini Sveins, 8. Brynjar Péturs 9. Og svo er það Hilli, hann er hérna langt fyrir aftan. Hann hlýtur á að snúi bílum eða eitthvað. Já, Viktor ætlar að nýta softdekkin, hann er kominn úr slippfæri með rúma 1,5 sekúndu á Hilmar, en Hilmar hann er alveg með röð ökumanna fyrir aftan sig. Oliver og Toppi fylgja honum fast á eftir. Já, Toppi alveg í skottinu á honum Oliver. Settur það sem bara hjá honum Toppa hérna, fá smá live feeling á þetta. Joss. Kominn fram úr Oliver. Hilmar snýst. Og komið skemmt framan og aftan. Æjæjæjæ. Nei. Það er ára sem milli hann og Brynjar Péturs. Brynjar Pétur komið skemmt líka. Herðu, það bara gerðist svo mikið þarna, ég eiginlega fraus bara á græjunni, sko. Já, það getur gerst.
Það var ekki gaman að sjá hérna. Já, þetta er, eins og ég segi, þetta í öllu þessu drafti, komandi inn í þessa rauðu beygju, þá getur þetta verið pínu trikki að vera í close baráttu. Já, algjörlega. Carlos með Sindra á eftir sér. Steinisens fylgir þar á eftir. Núna eru Hilmar, Hilli og Brynjar Péturs allir í pit. Já. Þannig að Hilli hefur fengið einhverja skemmt á sig þarna sem við mistum að. Hann ætlar að sussa yfir á mediumdekkin, sjáum hérna Sindra, hann er að pressa Carlos. Hörku barátta henni að gangi, 3 bíla barátta. Oliver, þriðji, Toppi, annar. Hilli D að taka fram úr Hilmari hérna. Já, svona allan að gera tilraun til þess. Já, við náðum þessu, skaut sér innan á hann og með innri línu í chicane. Keyrir með hasardljósin á. Annarkvæmt það er að þá Hilmar var að reyna að taka fram úr Hilla, ég náði ekki alveg hvort það var. En hvernig það náður ekki replay? Ég er með replay af startinu. Við skulum kíka snöggast á það. Svo fara á hann Hilla hérna fyrst til að fylgja honum og sjá hvað gerist. Ræsinguna. Hérna koma þær. Þröngt á milli manna og það er ámöld að segja. Ég sé ekki alveg hvort að hann fær smá nudd á bossan eða hvað gerist. Það er svona skrikar hans til. Þetta var nú ekki og útskýrir engan veginn þessar 17 sekundur sem hann datt aftur úr. Nei, hann hlýtur að hafa farið í pit út því að hann var með skemmt. Áðan þegar ég kíkti á hann, þá var hann á mediumdekkinum og hérna... Hann fekk skemmt á fyrsta ring. Já, áðan þegar ég kíkti á hann, hann var ekki með skemmt og komin á mediumdekkinu, þannig að hann er búinn að fara tvisvar í pit núna. Já. Það er basically málið. Hann hérna... fær skemmt og fer í pit. Já. Pitturinn er náttúrulega mjög stuttur í þessari braut ef þú ekki að taka dekki eða bensín, sko. Það sé bara einhverjar 10 sekundur eða eitthvað. Já, það er alveg spurning, sko, hvort það borgi sig að bara henda hard tuttunum af strax og þú veist, og keyra bara á metið, ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki heldur. Þetta er eitthvað sem kemur í ljós. En núna sjáum við hérna að í baráttunum 4. sæti þá er Jón Þór með hálfa sekundu í refsingu og Carlos fyrir aftan hann, 0,7 fyrir aftan hann. Og Sindri þar fyrir aftan, 0,4 fyrir aftan Carlos og Steini Sveins 0,2 fyrir aftan Sindra. Þetta er 4 bíla lest. Já, það var mitt þegar þú varst að skoða replay þá var ég að fylgjast með honum Carlos. Hann reyndi með það sem ég var að tala um á hann reyndi að fara fram úr í göngunum. Já. Náttúrulega gekk ekki upp, endaði hann bara í veggnum og... Nákvæmlega staðinu sem við vorum að horfa á núna þau taka litla espu í göngunum. Það er einmitt staðinu sem mann langar að fara fram úr á en þegar að beygina koma það eiginlega bara eyðileggur fyrir manni og það er stór hættulegt að reyna það því að það er svo auðvelt að fara í vegginn hérna. Sá Steini Sveins fyrir innan á. Já. Vá! Þetta var rosalega dífa, þetta bara virkaði. Þetta var rosalega fagmannlega gert hjá hann Steina. Þetta var fallegt. Þetta var virkilega flott. Jón Þór núna búinn að klára refsinguna sína og missir Carlos og Steinar Sveins fram með sér. Það voru dýrar sekundur sem hann tók út hann í refsingu. Kostaði 2 sæti. Já. Steini Sveins er búinn að hoppa 2 sæti bara á einum stuttum kafla. Já. Og hann er rólega eftir honum Carlos, sko, báðir á mediumdekkjum.
Liðsfélaginn og síðan það næstur Oliver, hann 4 sekundum undan en hann á harddekkjum, þannig að það spurning hvort við ná eitthvað að láta þessi mediumdekk vinna fyrir sig. Já, algjörlega. En ég hugsa að við þurfum að kíkja eftir keppnina á replay á spinnið þarna sem að setti 3 í pittin. Rosaleg barða hérna hjá Carlos og Lando. Ja, Lando fyrir Carlos og Steina, ég segði Nei, og Carlos fer vítt þarna, þetta örugglega refsing og hann hægari. Steini bara kom fram úr. Já. Og hann missir líka Sindra síðan mér, já, missir Sindra frá þessu líka. Hann fær ekki refsingu. Það var alltaf að gerast hérna. Slapp í refsinguna en tók enga síður út refsingu í að missa báða fram úr sér við þessi mistök. Það var kannski bara nóg. Vá, hvað eru þéttir. Það bara stuðar í stuðara hérna. Erum við nokkuð að missa einhvern á toppnum? Þetta ekki staðan til að horfa á? Jú, þetta staðan til að horfa á. Það er ekkert að gerast toppnum. Það er bara þarna, sko. Það ákveðið núna 2,2 á milli Viktors og Toppa Tops og 1,9 milli Toppa og Olivers og 5 sekundur síðan í Steina, þannig að það toppurinn mjög rólegur eins og Viktor bara að keyra mjög gott reis, lítur út fyrir að ef hann heldur þessu áfram svona þá bara hún að taka efsta sæti í deildinni. Lando Carlos með þig sammaðurinn. Þetta svo stórhættulegt að fara út úr slippinu í göngunum manna maður. Alltaf þegar að gera glóríur. Það þarf eiginlega bara íta næsta bíl til að auka hraðan og Já, nákvæmlega. Tapaði svolítið tíma í síðustu uppbeyginu hann Jón Þór þarna, síðustu uppbeyginu fyrir pittin. Fór svolítið vítt í hana og misti smá lestina frá sér. Já, það er fljótt að gerast það, sko. Það bremsar aðeins og seint, þá ferðu þau rosalega vítt og tapar alveg hellingstíma, sko. Já. Það pressa á honum Sindra. Lavasjó að pressa Kraftvélar Racing. Það svona aðeins að dragast úr bílunni. Það er ekki eins þétt og var fyrir hring síðan. Kannski fá hann tækifæri til að horfa á hann að snilda framúrastur hjá honum Steina eftir smástund. Já. Carlos, hann virðist vera ágætis kraftur í þessari möstu. Hann virðist vera að gera góða hluti á beinuköflunum hérna í draftinu á honum Sindra. Já. En það er bara eins og þú segir, fylgismekkan í beinar eru hérna, það eru svona smá sigsakandi. Þetta... Sko þarna þyrfti hann að slá af og ekki reyna þetta. Þetta er ekki hægt. Það reynir þetta samt. Já, þetta var hann tókst! Þetta var öfugt kommentarinn hjá þarna. Algjörlega. Já, Sindri sko, hann fór svolítið, hann gaf honum eiginlega pláss hana sko. Ég spurning hvort hann var búinn að claima spottið eða hvort að Sindri var bara svona kurteis. Sannlega hefur hann náð góðu rönni á hann. Og Sindri kom með hálfa sekundu í refsingu. Já. Það bara þýðir að Jón Þór bara komið mjög nákvæmlega en og Carlos tekur hérna beinu svolítið illa og... Já, tapar miklu tíma hann að Jón Þór hann algast hann, Sindri fengi við. Og Steini Sveinsson með hann að stórgræða á þessu og bara að slíta sig frá þessum hóp sko. Heldur betur. Þarna fór Topsson svolítið vítt. Og það núna bilið á milli Toppa og Olivers er ennþá í sekundu en það var komið undir sekundu í smástund á hann. Já. Er það ekki þannig að tveggja manna barátta er eins manns brauð?
Já. Við skulum, fyrst að við fáum smá færi til að anda núna í þessari baráttu, þá skulum við kíka aftur á þennan flottaða framúrakstur sem að Steini átti áðan. Kemur hérna aftastur á þessum fjórum. Er í skottinu á Sindra og tekur henni, mjög snirtilegt, engin snerting. Hann er góður rönni út í beginni og viti menn, Jón Þór með hálfa sekundur refsingu sem þýðir að hann tekur fram úr honum líka og er komið í skottið á Landó. Carlos, ég bara næs ekki rétt. En núna er Sindri að taka út refsinguna sína og Jón Þór kominn fram úr honum. Já, há. Nei, fyrirgeðu. Jú, þetta var Sindri. Jú, passar. Og svo er hérna í botslagnu þá er Hilmar að vera búinn að ná Hilla. Bilið ennþá nokkuð stabílt á toppnum, þannig að það var óþarf að kíkja það akkurat núna. Ég skal fylgjast með samt. Sko, við erum að tala, það eru 28 sekundur frá 7. sæti í 8. sætið. Já. Þarna fer Carlos inn í pitt. Carlos í pitt, já. Já, hann er með skemmt. Já. Já, það er ekki hægt að segja að þessi braut bjóði ekki á aksjón. Nei, það er rétt. Sjáum, Sindri núna í drafti að Jón Þór, lærði hann eitthvað af því sem að Carlos gerði þegar að Carlos tók fram úr honum? Já, eða hvað? Þeir eru hnífjafnir, gera þetta fagmannlega, forðast snertingar. Jón Þór er með innri línuna, næst Sindri að swinga sér ytri línuna. Nei. Ætlar hann að taka bremsuna? Nei, hann bremsar hana. Hann bremsar mikið þarna Sindri, hann hefur séð það að hann hefði aldrei náð þessu sko. Hann hefði skemmtir þeim báðum þarna. Það er alveg spurning sko, Það sem við erum líka að sjá, ég var að horfa á beina það sem er komið jafnir inn í. Ég hugsaði það sem við vorum að ræða áðan með framúrakstur utaverðið þannig að hann ætti kannski bara að reyna að taka utaverðið sko, en hann gaf eftir og fylgdi honum inn í línuna. En svo þegar ég kom út úr beginu þá horfði ég svona á malbikið og ég er ekki frá því að ytri lína þannig að kemur svona smá banking sem gæti verið auka grip. Kannski er það eitthvað sem að ekki allir hafa tekið eftir, að það gæti verið hidden secret þannig í beginni. Það gæti verið. Heyrðu, þá fyrir Tobbi í pitt líka. Já, Tobbi með skemmt. Heyrðu, það er bara skemmt á eftir skemmt. Jón Þór hann var í öðru sæti. Ólafur kominn eitthvað annað sæti núna. Já, Jón Þór klúðraði beginni, slætaði út úr henni og Sindri er komið í skottið á hann. Þetta er alveg hörku bara það. Úff. Hann reynir að staðsetja sig á miðri braut, vera eins mikið fyrir hann getur, gerir það vel. Þetta er erfitt. Jæja, núna koma þær í umtalaða beygju. Er þetta beygjan sem er bannað af Volræta í, eða? Ég held að það sé allar beygjur. Það verður náttúrulega að klikka, standa bara flatan sko, en ég held að það hafi verið einhverja umræði fyrir keppninu að eru þau sérstakar refsingar fyrir Volrætinga því að 5 sekúndur fyrir hver skipti. Já, það er actually möguleik hjá því. Já, það var einhver sem sagði mér að þú græður það bil 2 sekúndur per beygju við það að Volræta. Já. En auðvitað er það enga veginn verið þegar þú fær 5 sekúndur fyrir hvert Volræt, þannig að það endur að tapa 3 sekúndum. Þá fer Steinur Sveins í pitt. Hann, sennilega finnst honum hann ekki með skemmt. Sennilega fyrsti sem fer í pitt án þess að vera með skemmt. Örugglega bara að losa sig við slítið medium dekk. Hann virðist vera að taka auðbeina áðurna fyrir pit-entryið
mjög víða á flestum hringjum hann Jón Þór og Sindri virðist alltaf að græða svolítið á hann þar. Já. Hann tekur hann að þrengri snýr björnum fyrr og getur farið fyrr að gjöfina og meðan að Jón Þór virðist vera að svinga hana svona meira að utanverðu og það virðist ekki vera að hjálpa. Dekkin hjá Sindri er bara að vera búin. Já. Nei, þarna fór Jón Þór svolítið illa út í beginni. Og fyrir út í vegg. Já, hérna Sindri í draftinu, komin upp að hliðina á honum. Hvað gerir hann? Það eina í boði að fara utanverðu. Fylgir honum eins og skugginn. Strýkur vegginn. Brynjar Péturs að fara hérna inn í pitt núna, ekki með skemmt. Veit ekki alveg hvað er í gangi hérna. Já, Sindri innan á Jón Þór og nú virðist hann vera með þetta. Hann er á tölulega slitnum mediumdekkjum að meðan Jón Þór er að keyra harddekkin. Ég vil nú samt að viðurkenna það með hvað dekkin hjá Sindra eru svona lítinn slitin í samanbyrði við harddekkin hjá Jón Þóri, þá finnst mér bara harddekkin ekki vera eitthvað sem hann borgar sig að taka þessu. Nei, þetta er allt spurning sko. Bara að hann heldur áfram, Jón Þór ætlar ekkert að gefa þetta eftir. Hilli D fyrir í pitt núna. Það er að frétta honum Viktor í fyrsta sætinu. Hvernig eru dekkin á honum? Hann var á medium, kíkum örsnögt á dekkin í honum. Já, þau eru meira eitt en hjá Sindra sko. Hann er með tæpar 7 sekúndur á Oliver sem er á hálslitnum Hards. Það er spurning hvað er alltaf að fara marga hringi á medium. Við erum komin á hring 14. Topp 4, þau eru allir eftir að fara í pit. Þess vegna er 21 sekúnda í top-up sem er í 5. sæti. Nei, Sindri heldur áfram. Þó náttúrulega vantilega að keyra harddekkin lengi og reyna að taka færi pitstop. Hann náði nokkra góða hringi eftir, það er ekki spurning. Það er spurning hvenær mediumdekkin segja nóg, hann fer að styttast í það. Eru einhverja aðrar baráttur sem eru í gangi neðar? Nei, ég var einmitt að renna í gegnum þetta og það er bara engar aðrar baráttur í braut. Ok. Og það er sennilega eitthvað í gangi hvort að stýrið eitthvað hjá honum Brynjari sé eitthvað að klikka en hann situr bara inn í pit. Já. Það er spurning. Kannski hann hafi leggjað og yfir sig. Já, hann var ekki með skemmt samt. Nei. Við fáum útskýringar á því í post-racinu væntanlega. Já, en núna hlýtur samt Viktor að fara í pit. Dekki hans, þarna vinstarmeina framan er bara alveg búið. Já, hann fer í pit. Já, já. Hann að sjá hann kemur í pit. Og Oliver fer í pit. Nei, Oliver. Nei, hvað er þetta? Skulum fá þetta sýningu þessu hérna svo við sjáum hvað gerðist. En þetta þýðir að hann fær 3 sekundur í refsingu þegar hann kemur út í pitinu. Sjáum hann kemur hérna og er að fara að bremsa fyrir pittin. Og hann nær bara ekki bauginni, fyrir beint á vegginn, en kannski pínu heppinn að hann er bara fyrir framan pittinu þegar hann keyrir á, þannig að... Já, en þetta kostar hann samt að hann þarf núna að láta gera við bílinn og hérna, hann fær 3 sekundir í refsingu. Hvað er í gangi? Hvað? Það er allt frosið að mér hérna. Já, herru, nei, vá,
hlaut að vera maður, replay var að enda, ég held að leikur var að brjóta mig, oh my god. Það er svona ef maður spila replay og enda þá stoppa bara allt sko og hérna maður þarf að enda replay. Þið verið að afsaka áhorfendur í hausinn á mér ekki alveg rétt skrúðar á í kvöld. Ég var að horfa á skjáinu mér og ég bara, það er allt í gangi hér. Ég bara, af því að við lentum náttúrulega í því hérna fyrra tímabilinu að keppni endaðist þegar að leikurinn fraus. Þannig að fékk nektan magakippið þetta. Já, þetta finnst mér samt athyglisvert að Oliver, hann fær ekki refsingu fyrir pitendrið. Já. Það er væntanlega bara miða við línuna sem sagt, einu línuna inn í pittan. Já, pínu skrítið. Það er oft sem að fær refsingu þegar maður dundrar á vegg sko. Já, líka bara þegar maður fer ekki akkurat inn fyrir línunar. En það er í sjálfu sér pínu, þú veist, mér finnst alveg vera næg refsing í því að vera stopp við vegginn. Já, ég er alveg sammálaður það sko. Alveg sammálaður það sko. Það þarf ekkert að auka refsingar í þessu leik sko. Nei, alveg hárrétt hjá þér. Þetta því að Steini Sveins er komið fram úr Oliver. Er það yellow flag? Bobby Thompson. Hann er resettaður fram pittin, hann ætlaði að fara í pitt, hann er með vélaskemmt. What? Það er nú gott ég náði þessu, við þurfum að sjá hvað gerist. Hérna kemur hann. Heyrðu, býtu það bara eins og stýrið fara úr sambandi eða eitthvað. Vá, þetta er skrítið. Það er eins og að bara setja enginn í stýrið á bílnum og hérna. Já. Það hefur eitthvað klikkað í honum. Það spurning hvort að stýrið hafi farið úr sambandi eða hann virðist nú, nei, bíllinn er að keyra núna á autopilot. Þannig að það er eitthvað sem hefur gerst þarna klárlega því að hann er ekki að keyra eins og staðan er, hann er á autopilot. Já, en sko, hann er að keyra mjög hægt og að blikka ljósin hjá hann sem þýðir að hann er bara á autopilot, skilurðu. Á mínum skjá blikka ekki ljósin en hann er að keyra hægt út í að vélaskemmt. Já, ok, sorry, það geti líka verið það, en það er kannski bara svona kurteis að setja hazardljósin á. Það getur verið. Ég alveg í reglunni hérna. Já. Þú verður að skrúa þar haus fastar á því hana. Já, þið eru afsakað, ég fekk slæma fréttir eftir útsendingu og þurfum svo sem ekki að ræða það frekar, en eins og sagði, hausinn er ekki alveg verið að skrúa á í kvöld, við reynum að gera það stóru sem. Já, núna er Jón Þór að fara inn í pitt. Þannig að Viktor er aftur kominn í efsta sæti. Með halva sekúndu. Já, en það er svo sem skiptir ekki máli. Er ekki að kosta hann eitt svo mikið hérna. Á þessum tímabúti skiptir það ekki drossalega miklu máli held ég. Hann var með góða fórustu og er með góða fórustu, þannig að það var nú. En hann fór aftur á medium-dekkjum. Já, hann á eftir að taka harddekkinn. Já. Steini Sveins er í öðru sæti núna á nýjum hörðundekkjum, eða nýlegum hörðundekkjum. En Oliver er að elta hann uppi á medium-dekkjum. Oliver var á harddekkjum. Já, við erum búin að finna baráttuna. Hún er bara Oliver og Steini. Já. Og svo stutt í Carlos sem er með hálfa sekúndu í refsingu og Jón Þór fyrir aftan hann. Þannig að þetta er eitthvað að þéttast hérna. Við erum að fara að detta í eintónt konfekt sem við fylgjum með Steina. Hann er á harddekkjum, þannig að Oliver ætti að vera hraðari og er hugsanlega bara á náunum. Þannig að varnarmála ráðherrann hjá Steina, hann þarf að kikka í gang. Já. Svo er Hilmar að sækja vel á Hilla akkurat núna. En það er kannski betra að fylgjast með öðru sætinu. Ég skal láta þið vita ef það er að fara að líta út fyrir að komi framúrakstur. Þetta er 7. og 8. sæti. Þannig eins og er ekki
útlit fyrir framúrakstur. Já, hann Ársæll skrifar henni í chatið Wallride, þannig vantarlega að tala Viktor með refsingun á hann. Lúkaði fyrir þannig en ég ekki viss. Herðu, Hilmar, ég öskraði, Hilmar, hann var bara næstu því búinn að taka Hilla út, sko. Náum við endursýningu að þessu, þú sá. Hilmar hérna fyrir aftan Hilla. Já, late lunch og hann bara heppinn að fara ekki inn í pit, sko. Já, og bara rétt slappið að fara vekk líka, sko, þannig að hann... Sæll. En hann samt, sko, það nánast engin breytingur, því hann ennþá bara 0,8 fyrir aftan Hilla, þannig að þetta bara miðað við örlítil mistök þarna, missir bremsupunktinn, að þá er þetta bara ótrúlega vel sloppið fyrir hann. Vá, þetta var... Já, Tobbi var að keyra á soft og er komin aftur inn í pit. Já. Það er spurning fyrir þetta lítur út fyrir að segja eitthvað tæknilega bilun hjá honum, sko, sem hann hafi verið að díla við. Já. En hann er ekki að skipta dekk og hann er bara að stoppa í pit núna alveg svo Brynjar. Já, ég er ekki viss, mér fannst eins og ljósin væru blikkandi. Fari ekki hasardljósin á bíla þegar eru á autopilot? Jú. Já, en vélaskemmdin geti mjög líklega útskipta líka, sko, þannig að erfitt að segja, sko, en áður en hann klesti á, þá var eins og hann væri ekki við stjórn, hann bara allt í því fór til þig. Sko. Það leit mjög út fyrir það að hann væri ekki að stjórna bílum, sko. Já, en það var ekki hasard á honum þegar þú hélst að hann væri autopilot og maður sér það á örfunum fyrir neðan hraðamælirinn á head-up display. Sem við sjá hvað er að frétta hérna. Já, Steini, við mistum að Oliver tók hann á Steina Sveins. Já, við vorum að fylgjast með endursýningu hana og fórum úr einu í annað. Þarna var Jón Þór að taka hraðasta hring og hann er núna að sækja Steina Sveins uppi á medium dekkjum, þannig að smá pressa á Steina núna þar sem að hann er á harddekkjunum, hann er að taka hardstentur sitt núna. Já. Fylgjast með þessari baráttu, þetta er að gerast. Það er bara, sko, einhver raketta komin aftan í hann núna, hann er á þvílíkri siglingu, sko. Langar örstögt að kíka hérna á... Ok. Ég var bara að doppelchecka hana. Ég held að Jón Þór sé að fara að reyna við framræðistöðuna. Hann er á þvílíkum tíma, hann er að bæta sinn tíma 0,4. Sæll, komin innan á, já. Þetta var aldrei spurning. Vel gert hjá honum. Já, það er komin skýring á þessu hjá honum Toppa. Stýrið er alltaf disconnectað hjá honum, þannig að hann verður að hætta. Já, leitt að missa hann úr baráttunni. Já. Svona er þetta stundum. Þetta eru okkar vélabilanir. Það er alveg. Það er þegar búnaðurinn bilar. Það er alveg svoleiðis. Svo er bara spurning hvort að Jón Þór, það eru 2 sekúndur í Oliver, hvort hann nái að éta það bilu. Hann er á fjólubláðan og nýbúinn að setja hraðasta hring 1.33,6. Viktor er heldur betur að keyra góða keppni. Algjörlega.
Það er svolítið mikilvægt fyrir Jón Þór að ná upp í annað til að missa ekki Viktor og mikið fram á sér í stigabaráttunni. Þeir eru mjög jafnir og baráttan verður áfram jöfn. Sérstaklega ef hann klárar í öðru sæti, þannig að hvert stig skiptir máli á þessu stigi. Já, það er alveg hárrétt. Við mistum að því en Hilmar er búinn að taka fram úr Hilla. Var það bara að gerast eða? Já, þeir eru búin að vera að berjast í svolítinn tíma og hann var loksins að ná fram úr núna. Skulum sjá hvort að ég hafi náð þessi endursýn. Nei. Fréttinar bárust ekki nógu snemma. Nei. En Brynjar kominn aftur inn í pit. Sindri núna að sækja vel á Carlos. Já, hann bara í skottinu á honum. Skulum fylgjast með þessari baráttu. Þú kannski lætur mig vita ef að Jón Þór nær Oliver. Já, ég skal gera það. Ég skal fylgjast með Jón Þór með hann. Hann er búinn að minnka bilið niður í 1,5. Ok. Það er ennþá smá í þetta. Já. En það er að minnka. Sindri á harddekkjum, Carlos á harddekkjum, Sindri á ferskari harddekkjum, þannig að hann ætti að hafa smá grip frammi. Brynjar Þór segir hérna stýrið á honum fraust tvisvar. Það eru bara tæknilegir örðuleikar hjá fleiri en einum. Já. Það er bara leiðilegt þegar svona gerist. Það er ekki hægt að stjórna þessu. Það er kannski bara tilvalið fyrir menn að fá sér Thrustmaster. Já. Ég veit ekki hvað það er, en ég finnst þetta alltaf hljóma svo dónalega þetta nafn. Núna get ég ekki unnhægt þetta. Það er ennþá eitthvað lítið að frétta hérna á toppnum. Þannig að ef að Sindri er að sækja vel á Carlos þá er hægt að fylgjast með því ennþá. Já, hann er hérna í skottinu á honum. Mista aðeins frá sér en er búinn að ná því aftur. Hann er að negla síðustu beina mjög vel hann Sindri. Hann tekur hann alltaf mjög þrönga, virðist aldrei fara of vítt. Og já, algjörlega. Nær bara betra exiti. Já, hann er að ná mjög góðu exiti. Hann virðist ná góðu rotation, mjög þröngt í beigjunni, þannig að hann getur farið þokkalega snemma á gjöfina. Það er einhver meginn pínu í þessari beigju, ef maður er víður í henni þá þarf maður svolítið að koma rólegur inn á gjöfina því að maður er ennþá að klára rotationið á bílum. Sjáum hann fyrir henni innan á Carlos, komi innri í chicane og já. Þarna átti nú kannski Carlos bara að gefa honum þetta alveg eftir á smá nuttana, en Sindri átti alveg fullkomnan rétt á þessu á línunni. Hann var kominn vel upp á liðinni ef ekki framfyrir. Skulum fá endursýningu á þessu. Kannski að fá þetta frá Já, sko þessi litla snerting er eiginlega Carlos að kenna því að Sindri er þarna þegar hann beygir inn og þú veist, það getur ekki beitt í gegnum en þessi snerting skipta akkurat engu máli, þannig að það var bara svona smá krydd fyrir okkur, en flottur framúrakstur á Sindra. Flottur framúrakstur, það er rétt. Og já, hann er bara strax komin í 1,5 sekundu, þannig að það er held ég hægt að fara að fylgjast með núna Jón Þóri og Oliver. Þegar bilið þar er sekunda. Í töluðum orðum erum við bara þangað. Heldur betur að hitna í kolunum hérna í baráttunum annað sætið. En sko, ef að keppnin myndi enda núna, þá hefði mín spá ræst.
En keppnin er ekki búin, hún er bara rétt rúmlega hálfuð. En ég spáði einmitt Viktori, Oliver og Jón Þór. Já, ég spáði Viktori, Jón Þór og Oliver. Og þannig að það lítur út fyrir að Jón Þór segja að koma þess upp í mína spá. Já, ef ég ætti að veðja á aðra eitthvað að spanna, þá myndi ég taka þína eins og staðan núna. Væntanlega mjög lipur í þessum beygjum sem við erum að horfa á núna, Runóðarnas Oliver, þetta MR-bíl sem er að bensin hugsanlega sterkari á beinuköflunum. Ég er svona renni við listan og sjá hvort það sé eitthvað til þess að reporta, en það er ekkert annað að gerast. Nei, þetta er bara fínasta barátta sem við erum komnir á. Það eru 0-9 á milli þeirra og nú er Jón Þór að éta upp bilið. Hann nálgast hann en ekki nógu nálægt, en þetta er alveg að detta í færi í framárástur. Úps, Oliver bustur hann aðeins vítt hana, fer smá í vegginn. Þetta hefur sennilega verið svipað hjá Viktor áðan. Þetta er nú ekki volrætt en smá veggsnerting. Það gerist, það er svolítið erfitt að snerta ekki vegg á braut þar sem að veggurinn er bara brautamerkin. Já, það er alveg rétt. Nei, hann er búinn að auka bilið aftur. Þetta virðist vera svona, já, þetta er ekki auðvelt. Já, þetta er smá að jójó, hann er að nálgast en svo koma kaflar sem Oliver er að negla inn á milli. Þannig að þetta er alls ekkert sjálfgefið. Held sko að þessi fyrsti sektor að MR-bílar séu bara betri þarna sko. Ég tók vel eftir þessu á Ferrariinum að hann nálgaðist langmest þarna sko. Og misti síðan allt eftir þessa beygju. Já, bílið er búið að aukast núna, það komið 1,5, þannig að Oliver er ekki að láta þessa pressu baka sig. Það er hugsanlega dekkin eitthvað, nei, þeir eru nú svolítið svipuðum dekkjum. Já, mjög svipuðum. Það var hana framan. Já. Sko Oliver nei mér sýnist Jón Þór vera með aðeins slitnar dekka framan en aðeins skárið aftan. Sem er kannski mjög eðlilegt svona ef maður spáir í veiði meira framdekkjunum eða vélinni frammi og afturdekkjunum ef hún er aftur í, þannig að það svona er kannski ekki með MR-bíluna stundum en það er nokkur hraðar á FR-bílunum. Já. Hann er aftur komin í undir sekundu. Og meðan er Viktor bara sailing away með 15,5 sekundu á næsta mann. Já, þá eru þeir nú samt búin að minnka bili í Viktor 2 sekundur. Hann var með 17 áðan. Já. En hann er með virkilega slitin dekk. Já, hann geti verið eitthvað að spila inn í þetta. Kíkum örsnögt á dekkin hjá honum. Já, aðeins meira slitin heldur en Oliver. Vissulega. Hvenær er drop-offið svona sem að virkilega fer að finna fyrir því á medium dekkjunum? Þurfa maður að vera búið með 2/3 eða meira? Já, ég hugsa að allan að þarna sko, hann er örugglega að byrja að finna vel fyrir þessu núna sko. Já. Sé að Carlos er komin í pitt og enn og aftur er Oliver búinn að auka bilið. Þeir eru svolítið að jójó bara. Já. Það er bara þannig sko. Þeir eiga sikkert staðinn á brautinni sem þeir eru hraðari. Já. Kíkum inn aðeins niður listan, það er 11 sekundur rúmar í Steina
sem í 4. sæti. 3,5 sekúndur fyrir aftan Steina kemur Sindri. Síðan eru 9 eða 10 sekúndur í Hilmar. 4 sekúndur í næsta mann sem Hilli. Síðan eru 28 sekúndur í Carlos sem nýkomin úr pit á medium og hann spurði hvort þetta hafi verið síðasta pitstoppið hans. Ég hugsa þegar ég að skoða núna aðeins, ef að Jón Þór að halda þessu bili eins og hann að gera, ef hann svona aðeins að auka, að stytta bilið aftur og þeir fara inn í pit á sama tíma, hann og Oliver, að þá tekur örugglega Jón Þór fram úr Oliver í pittinum út í að hann með betri bensinstöðu. Já. Það alveg spurningstundum sko, eins og ég spáði í því þegar ég var að horfa á opnudeildin í gær hérna. Minni það verið opnudeildin þegar hver var að keyra hérna Viperinn. Þegar hann átti mikið eftir af bensíni. Já. En hann var síðan fór hann í pitt á undan honum, en svo keyrði hann lengur, þannig að á endanum þegar hann fór í pitt þurfti hann að taka jafn mikið af bensínu og hinnir. Þegar ég hugsaði með mér, ef hann hefði bara hitt þeir, þá hefði hann tekið fram það. En það verður líka að horfa þar að hann þurfti ekki að taka jafn mikið bensín og þeir út af því að það þurfti ekki að fylla tankinn til þess að klára keppnina, þannig að þetta var svo stutt keppni. Já, það Já, Viktor núna búinn að tapa næstu 2 sekúndur á þá þarna, þannig að núna fer Oliver inn í pit, en ekki Jón Þór. Steini hérna. Spurning hvar Oliver kemur út. Hilmar 5. Hann komin í 7. Oliver kemur út í 7. sæti. Já, hann langt í Carlos. Það bara akkurat ekkert að gera spörðinu núna. Nei. Nokkra sekundur á milli allra. Ef maður horfir á kortið þá þetta bara eins og einnig fór í beygju. Ég ætla bara að nýta tækifærið og taka undir athugasemdina hjá honum Sveini Árna í spjallinu. Já, með Viktorinn í pit. Það takir þá ekki hard núna til að klára keppnina. Það hlýtur að vera. Hann náttúrulega, er hann svo eini sem hann harda eftir eða? Og Jón Þórinn í pit líka. Það verður fróðlegt að sjá hvar Jón Þór kemur út úr pittinum. Já, það allir að fara í pit núna, Steini Sveins líka. Viktor kemur hérna út rétt fyrir framan Sindra. Sindri á eftir að fara inn í pit, þannig að þetta verður stutt gleði þannig öðru. Já. Þetta ekki hans slagur í rauninni. Hvaða athugasemd að tala hérna í sé? Sveinn Árnason. Arnarsson sé. Ég sé bara engan
Prófa að breyta úr top chat í live chat, það getur vel verið. Stundum YouTube svona asnalegt að felur sem kommentin. Já, rétt hjá þér. Já, rétt hjá þér. Ég skipti í live chat og þá segir bara 3-4 komment. Það er skrítið. Þetta alveg óþolandi. Jæja, maður þarf víst að þótt að maður sé annað auga á því. Oliver kom út í Jón Þór kom út í 3. sæti á undan Oliver. Þannig að hann tók framúrunum í pittin. Já, það er bensínmunurinn sem varst að tala hérna rétt á þann. Það er bara, það munar. Það gerir það sko. Það gerir það nefnilega. Það var bara spurning hvort hann sé að fara að draga á Jón Þór, hvort að við séum að fara að sjá einhvern áframhaldandi slag á milli þeirra. Það bara spurning. Þetta var nokkuð jöfn barð hjá máðan. Já. Það var ekki að hoppa hann á. Þeir eru báðir á medium síðasta stundið. Og Viktor, hann er á harddekkjum og er með 15 sekúndur. Og það eru 12 hringir eftir. Það er nú kannski svolítið hægt að vinna það upp, en þau munu væntanlega að taka smá chunk á þessum tíma af honum á mediumdekjunum. Já, og svo ef að þeir myndu ná að taka góðan chunk að því að þegar að þeir eru búin að ná honum þá er hann með svo miklu betri dekkaldur en þeir út af því að dekkinu þeirra verið orðið svo slitins. Akkurat. Það er að segja ef hann heldur ekki áfram að slíta dekkinu svona miklu hraðar en þeir eins og hann er búin að vera að gera. Er þá ekki nokkuð óvægt að segja að það eru allir búin að fara í skal ég segja þér pitt núna, þannig að við erum svolítið með stöðuna eins og hún liggur akkurat núna. Jú, það er algjörlega svoleiðis sko. Ég sé að Sindri er sækja svolítið á Steinar Sveins núna, undir sekúnda milli þeirra. Ég var bara akkurat að skipta á þá baráttu þegar að þú nefndir það. Við erum svo vel tjúnaðar í þessu. Já, þetta er reynslan. Að hræra í þessu chati, hann er alveg búin að eyðileggja chati. Núna er ég bara með nokkra menn, hvort sem það er top eða live. Já. Jæja. Þetta er allt komið í fokkja mér. Já, þetta er það sem ég finnst að vera mest í gallin við þetta YouTube og það er þessi chat featus, hann er alveg mjög gallaður hjá þeim. Já, það lítur út fyrir það. En Jón Þór er bara að auka bilið í Oliver og minnka bilið í Viktor, þannig að hann er á róli núna. Alltaf stefna í skemmtilega slagina eða hvað, leiðu ég sagði þetta þá jók Steini bílið. Það má ekki segja neitt. Það kemur alltaf eitthvað annað. Já, nokkulega. Já, það er svo auðvelt að, þú veist, það er auðvelt að tapa tími í störu braut, við skulum bara segja það. Það er það sko. Það er nefnilega sko á þessum hefðbundnu brautum sem eru nú með eitthvað runoff og svona er eitthvað með veggi sittur með við línurnar að þá ef þú fer aðeins vítt eða eitthvað svoleiðis þá ferðu ekki á vegg þannig að þú missir ekki eins mikið hraða. Já, nefnilega. Já, Jón Þór er alveg komið með rúma 3 ára á Oliver núna, þannig að og svo er líka það virðist vera mjög svona staðin í stað þessi slagur milli Sindra og Steina
en styttist í slag á milli Hilmars og Carlos 7. og 7. Já. Það er spurning hvor slagurinn kemur undan. Það þó Sindri svolítið vítt og fór utan í vegg, þannig að hann er núna að tapa mikinn tíma á Steina. Já, við erum komin á Carlos og Hilmar. Það er ekki nema 1 sekúnda þar á milli. Þú fylgist það með því, ég skal láta þig vita að það þarf að kíkja á Sindra og Steina aftur. Já, gerum það. Það er nú athyglisvert að sjá hérna með Jón Þór, hann er svo miklu róleg. Hann er núna komin í að vera komin 4 sekúndur á Oliver, en hann er búinn að minnka bilið í Viktor niður í 12 sekúndur. Já, ok, hann er búinn að taka 3 sem sagt á honum frá því að Viktor var með 15 sekúndur. Já. Já, það má sem búast í því. Veistu hvað er mikil munur á hringtímanum á milli Hards og Medium? Erum við að tala sekúndu eða er það rúmlega það eða tæplega? Einhvers staðar hann í kringum, eins og vanlega? Já, þetta er einhvers staðar hann í kringum. Þetta er 1,2 síðan mér. Já. Bilið er komin niður í hálfa sekúndu. Nú fer slippurinn að telja betur. Og Carlos fær hálfa sekúndu í refsingu sem það er að taka út á næsta hring. Þetta var dýr. Hann bremsar bara. Já, hann hleypur honum bara fram úr. Já, það var ekkert að tefja hann, finnst að þetta var yfirvofandi. Hvort að Jón Þór hafi laumað brúnu umslagi á honum, hérna. Já, spurning. Nei, Hilmar fyrirgefið ekki Jón Þór. Já, ég var svona aðeins að hugsa hvort ég var að missa okkur. Nei, þetta er bara bensin. Same team colors. Já. En ok, þetta virðist að vera nokkuð í höfn hjá honum því að Carlos er að fara að tapa tæpri sekúndu ef ekki heilli þegar hann tekur út refsinguna. Svo sjá hvað er að gerast hérna á næsta mann fyrir ofan. Sindri er að elta Steinar Sveins, það er 1,5. Það er ekki náða nálgast það nógu mikið til að reyna framara stöður. Hann horfir á skottið á honum en það vantar smá upp og hann detti í slippinn. Steini fer hann að veða á pulsuna. Gretar styrkur tíminn er á milli 1 og 2, það er núna 12,0 á milli þeirra. Já. Já, Oliver er komin 5 sekúndum fyrir aftan Jón Þór. Ég sýnist topp 3 vera svona nokkuð neldur eins og staðan er núna. En það er samt nóg að ringjum eftir til að gera mistök og Algjörlega. Og breyta einhverju stöðu hérna. Allavega eins og þá er ekki útlit fyrir mikinn slag neins þar í braut og það er enda bara minnsta bilið á milli Sindra og Steina. Já, það er bara þannig. Já, núna lítur Viktor að hafa gert eitthvað mistök út af því að hann fór hérna 1,1 hægari, 1,2 hægari en
bilið á milli hans og Jón Þórs bara hrundi heila sekundu hérna bara. Já, núna komið niður í 11,3. Já. Sjálflega að gefa hann eitt smá airtime fyrst það enga baráttur í gangi. Það nú oft bölvurinn þess sem að leiðir með góðu forskotið að fá engan sjónvarpstíma. Það nokkvæmlega þannig. The leader's curse. Já. Ég skal þá vera að fylgjast með Steina og Sindra að láta vita ef það þarf að kíkja á það. Já. Það er svo sem ekkert gaman að keyra bara einn og yfirgefinn, hann ágætla að bara hlaupa svona rétt yfir og skoða hvað er í gangi á hinum ýmsu stöðum. Já. Það er alveg töluvert bíl frá 3. niður í 4. sætið. Topp 3 eru svona nokkuð vel lokkar inn í þetta. Já, algjörlega. Og eins og staðinu núna þá er þetta spáin minn. Já, heldur betur. Sko, við erum á hring 38 og við erum búin að vera rúma klukkutíma núna, þannig að við erum með smá ekstra tíma frá vanalega klukkutímanum sem við reynum að miða við. Nokkur aukaringir. Já. Já, það er ennþá 5 ringir eftir. Þeir hafa gert ráð fyrir að ökumenninu væri miklu hraðari. Já. Við sjá hvað að gera í úrvalsdeildinni, sjáum hvort þeir eru miklu hraðari. Já. Það er komið pressa á úrvalsdeildina að ná þessu í klukkutíma. Já, nákvæmlega. Já, þetta er alveg, maður er bara, þetta er eitthvað maður að segja, mann tala dagsinn í það. Nei, það er búið að vera nóga aksjón í kvöld, sko, ég er ekki að kvarta, sko, en... Já, ég er ekki að bara fara yfir sponsana eða eitthvað. Herru, endilega. Þú taka að þér að... Nei, þú ert örugglega með þetta þjóðir, ég er ekki með nött skrifaði hjá mér hérna, þannig að... Herru, það er náttúrulega... Þú gerir þetta svo vel, áðan. Það er Arctic Iceland. Eru þeir ekki með úr? Jú, er það ekki? TikTok. Þau sponsordeildina, gullfiskur, eða langar í harfisk, kíkar á gullfisk, lavasjó. Þau eru búin að sponsora okkur í svolítinn tíma, síðan eru við með Kraftday, Kraftvélar, Game TV, Auto Center, Classic Detail, GT Akademían. Það er nú alveg kjörinn staður til að kíka á fyrir þá sem hafa ekki prófað en eru forvinir. Skella sér í GT Akademíuna og taka smá aksturshermi. Síðan er Kaldi, stolt okkar norðamanna. Ískaldur Kaldi hefur sjaldan valdið vonbrigðum. Svo erum við með verkfærasöluna og þetta skiptum á bílveginum. Vantar hérna einhver verkfæri til að taka dekkina af, þá færðu þau í verkfærasölunni. Og ef þetta þrýfa bílinn, þá kíkar í Classic Detail. Og ef þetta gera í bílinn, þá kíkar í Auto Center. Er ég ekki að ná þessu öllu nokkuð rétt? Það held ég. Þetta er að fylla upp í taltíma hérna. Já. Það er hérna, þakkum þessum sponsorum kærlega fyrir stuðning. Algjörlega.
algjörlega. En það ekkert mikið meira búið að gerast á brautinni, það bara þetta bil á milli Sindra og Steina bara að hoppa á milli sekundu og 1,5. Já, það bara nákvæmlega þannig. Bilið á milli Viktors og Jónþórs komið niður í 10 sekundur. Já. En virðist ekkert vera að fara upp niður. Núna tímabilið sem ég var að minnast á áðan að Jónþór kominn á slitmörkin á dekkinu þar sem hann farin að finna fyrir þeim. En dekkin í fínu lagi á Viktor enda á harddekkjum. Þannig að hann núna að halda meira consistent tímum miða við harddekkjatíma heldur en Jón að fara að ná að halda miða við medium dekkja hraða. Já. Þetta bara svolítið spurning að gera ekki mistök fyrir Viktor og klára þetta. Já, algjörlega. Og í raun og veru bara fyrir alla þrjá, Jón, Viktor og Oliver, að þetta bara spurning að klára. Þeir ekkert að fara að ná neinum upp úr þessu. Það eina sem getur breytt stöðin mistök og því að það alveg 14,5 sekúnda í Steina og rétt rúm sekúnda í Sindra. Það nú gaman að fá smá baráttu hérna síðustu 3 hringina. Já. Þeir bara að keyra rosalega jafnt, það verður bara að segjast. Já, það alveg rosalega mikið þannig. Single stay, segir Hannes, það alveg hárið, þetta 11-11. Já. Allir að keyra einir. Það satt í staðan akkurat núna. Það bara þannig. Já, ég að skoða hérna, það núna auka spilið á milli Viktors og Jónþórs. Já, Jónþór búinn að taka mesta út úr dekkjunum. Já. Þetta alltaf renna á seinni endan. Við erum á hring 41 af 42. Við keyra í 1 klukktíma og 6 mínútur. Þetta í 2 sekúndur núna. Þetta virðist ekki ætla að þróast yfir í þá baráttu sem við vorum að vonast eftir. Við erum komin á síðasta hring. Sem að sjá Oliver, hann að klára í 3. sæti, hann klára þennan hring mistakalaust. Jónþór búinn að keyra vel í 2. sæti. Þurfti að vinna sig upp í annað. Viktor hins vegar tók forystuna í fyrstu beygju, náði að innanverðu fram úr og hefur ekki litið aftur fyrir sig síðan þá. Hefur bara horft fram á við og keyrt sína keppni og er að upplifa hérna sinn 3. sigur í röð í fyrstu öldinni. Já, glæsilegur akstur í honum og það þýðir bara það að hann kominn í 1. sætið í deildinni. Heldur betur. Ætti að vera komið með 2 stiga forystu núna á Jónþór sem að þýðir að baráttan helvíti jöfn á toppnum. Nei, hann nefnilega með bara 1 stiga forystu vegna þess að Jónþór með hraðasta hring núna. Já, ég glemdi að tella hraðasta hringin, það rétt sagður. Já. Þannig að heldur betur. Vá, það er rosalegt. En svo Jónþór kom í mark. Oliver 3. Síðan það Steini Sveins og Sindri sem fylgja í 4. og 5. sæti. Síðan það Hilmar. Hilmar sem átti pól, eða ekki?
Jú, Það spurningum að við kíkjum kannski á replayið eftir og sjáum hvað gerðist þarna á hring 2. já. Þá held ég að... Toppi hefur ákveðið að koma hérna og klára átlap. Já, hann náttúrulega fær stig fyrir það. Fær stig fyrir 9. sætið. Ef hann hefði haldið sér í pitt, þá hefði hann ekki fengið neinn stig. Þannig að þetta er krúsjál, en bara leiðilegt hvernig fór fyrir honum að missa samband við grænar. Já. Spurning hvort að Brynjar Péturs stökk undir stýri og skellist fyrir út á braut og næði sér í stig fyrir 10. sætið. Brynjar, þú hefur nokkra sekúndur. Ja, þar fór það. Herru, þetta er nú ekki löglegt en við fyrirgefum hana. Þá er allir konur í mann. Og það er Viktor sem að enn og aftur klárar hérna fremstur manna og er komin í forystu. Það var mikið aksjón, kannski ekki síðasta þriðjungin eða síðasta hlutanna keppninni en framanaf var alveg dúndur aksjón. En hvað segir chati? Viljið þið kíkja á þetta replay eða? Sjá þetta atvik á hring 2. Þú ætti nú eiginlega að spyrja mig að því en ekki chattið. Það er reyndar alveg rétt. Chattið vill alltaf meira en það eru bara viss margir tímar í sólarhringnum og margir þurfa að vakna snemma þannig að... En við skulum tjekka á þessu. Þarf ég þá að seifa replayið eða hvað virkar það? Já, þú seifar replayið þá. Við erum á niðurtalningu tíma hérna því að það er bíl í pitt. En sko, já. Getur þú boðið Viktor í chatið eða? Já, ég skal gera það. Hérna hafið þið það. Og það er fyrsta sæti Viktor, Jón Þór 2, Ólíver 3, Steini Sveins 4, Sindri 5, Hilmar 7, Carlos 7, Hilli 8, Tobbi 9 og Brynjar Péturs. Hann er hér skráður 10. en hann kláraði vissulega ekki keppni, þannig að þar hafið þið það. Jæja, Viktor. Góða kvöldi. Góða kvöldi, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Þetta er bara að verða fasti liðurinn sem vanlega hjá okkur að heyra í þér eftir keppni. Ha? Þú komdur inn í þetta og... Hvað sér þau? Nei, hvað er með djókið? Já, ég heit ekki nú svolítið vandrarlegt núna. Já, þú allavega náðir að taka fyrsta sætið í deildinni með þessum sigri. Og ef við erum að reikna þetta rétt þá verður þau einu stigi á undan Jón Dóri, þar sem hann tók hraðasta hring. Já. Já. Já, til hamingju með það, komin í forystu. Þetta er búið að vera svaka raunhjöður, 3 ár í röð. Já. Ég er frekar stoltar af mér, sko. Erum menn búin að æfa sig vel, liggja í Tokyo Express undanfarna viku? Reyndar ekki. Nei. Ég tók 112 hringi þarna í practice. Bara í loki leikum. Ég ætlaði einmitt að fara að kalla þið út, hvað meinar ekki? Þú sendi mér mynd og svo stóð 111 hringir. Ég held ég hef aldrei keyrt 111 hringi í röð. Nei, það er rosalegt. Það var bara að sest niður í stólinn og tónlistin í bara. Ég keyri bara með tónlisti, sko. Bara að leika með. Sumir æfa stutt og oft, þú tekur sjaldan og lengi. Er það strattið? Já, maður er kannski... Talandi strattin, ég bara vissi ekkert hvað ég átti að gera, sko. Ég fekk eitt ráð frá einum félaga mínum. Það var bara 12, 15. Það var samt alveg frekar riski, þegar ég var að medium þarna, þá var ég alveg að klára dekkin, sko, bara seinasta hring áður en ég fór inn í pit. Já, var þetta eina stratt sem kom til greina fyrir þig?
Ég var bara að prófa alls konar sko, ég var ekki alveg viss með það sko. En þetta heldur betur virkaði, þetta var aldrei í hættu. Já. En ég líka tók eftir því þegar ég fór í pit að skipta yfir á medium, hard, þá var ég eitthvað 15 sekundum á undan Jón Þóri held ég. Getur það passað? Já, það passar. Þetta var bara virkilega flott gert hjá þér og hérna lítur helvíti vel úthorðið. Nú eru 2 keppnir eftir. Næstu braut, Nürburg GP. Sko, hún er alveg ágætt en við finnst svo samt ekki svo besta, en hún er samt alveg skemmtileg. Já. Já, ég ætla nú samt að finna það, hún er skömminni skar en Tókjó. Já, ég er svolítið sammála. Mér finnst Nürburg GP brautin líða svolítið fyrir það að vera partur af slaufinni. Já. Af því að, þú veist, ef hún væri bara ekki partur af slaufinni, væri bara eitthvað önnur braut, þá held ég hún verið keyrð oftar og fólk myndi fíla það betur. Já. En þú veist, hugsanlega, I don't know. Mér finnst hún mjög skemmtileg, Já, ég hef gaman aðeins sko, þegar maður næri henni, þá bara er þetta frábær braut sko. Ég á svört með að ná fyrsta sektorinn á henni, krappa beyguna og svo taka lungu S-in já, svo ég bara skildi, ég skil hann sektor ekki. Veistu hvað er trikkið í Nürburg GP? MR. Vélina í skottið, gott rotation og ekkert kjaftaði. Sjáum hvernig þetta fer. Þú veit að setja pressun á alla sem eru á MR. Já, heldur betur. Danielsson, þú ert á ferðinni. Ef þú stendur ekki vel, þá fara að heyra það, sko. Það er eins gott að ég fær ekki hyggsta í miður reysi hérna. Já, nákvæmlega. Herri, ég komi með replay upp á skjáin, þið náttúrulega sjáu þetta ekki, en hérna, hvaða hring varst þú að tala um það sem er Hringur 2. Hringur 2, Death Chicane, fylgjast með honum Hilmari. Ok. Nú sjá, við skulum hérna kíka snöggvast á startið hérna. Ef þú ítir á Hilmar R2 þá, kannski þarf ekki þegar þú fara á hring 2. Já, hérna ekki, já, ok. Þetta er hægt. Hvað þarf ég að spóla land til að komast á hring 2 hérna? Ok, við erum að skoða Hilmar núna og hvað gerist? Það er stóra spurningin. Við erum vantanlega ennþá bara á fyrsta hringera. Nei, byrju. Þú varst að tala um Hilmar, eða ekki örgulega? Jú. Jú. Ég held þetta, mér minnir þetta hafi verið annar hringur. Já. Sjáum að hérna, hann er í baráttu í öðru sæti, Viktor er að stinga af strax á fyrsta hring. Það er rosalega barða hérna með Hilmari, Toppa og Oliver. Já, hann fer hérna í chicaneið, kemur út fyrir og bara beint á vegg, skemmir bíl að framan og aftan og svo kemur Brynjar Pétursson neglir inn í hann þegar hann hættir að blika. Og það er líka skemmið fyrir honum, þannig að þar hafið þið það. Já, þetta var atvikið sem ég sá ekki nógu vel hvað gerðist þarna, sá bara að hann var á hlið. Þannig að þetta var ekkert kontakt, það var engin íta neinum út af henni. Nei, hann gerir bara mistök komandi út úr chicaninu og fer á vegg og já, við skulum bara Ég fekk hálfur sekundi penningar og ég fór að þessu víst. Já, við tókum eftir því. Herðu, já. Ég er gaf þessu, búin að heyra. Þá er held ég bara komin tími til að segja þetta gott. Þá bara þakka þér fyrir áhorfið og minnum á að setja like á þetta og subscribe og allan pakkan. Já, og hérna segir einhver
Himmi driver of the day, það er nú bara einn búinn að kjósa. Ég myndi nú bara sjálfur fyrir minnsmak segja Viktor driver of the day. Það var alveg þannig akstur sko. Já, ég er alveg tekinu það. Jón Þór átti líka mjög góðan akstur, en... Já, algjörlega. En það er úrvalsdeild á sama tíma á morgun. Endilega tjúnið inn, fylgist með. Og Viktor, við sjáum þig á braut eftir 2 vikur. Yep. All right. Enn og aftur til hammingu og bara, þú veist, myndu bara ein æfing og 100 og eitthvað hringir. En þá til næst, þá bara kveðjum við. Takk fyrir kvöldið og bye bye. Bye.